Úrslit í matvælasamkeppni Eims gerum okkur mat úr jarðhitanum voru kynnt í menningarhúsinu Hofi á Akureyri. Alls bárustu 20 tillögur í samkeppnina nýjar leiðir til að nýta jarðvarma við framleiðslu á matvælum og næringarefnum. Snæbjörn, voru þetta fjölbreyttar tillögur sem að ykkur bárust? Þær voru gríðarlega fjölbreyttar. Það eru bara þessar 4 tillögur sem komust í úrslit sína mikla breidd og mikla hugmyndaauðgi hvernig menn nálgast þetta viðfangsefni. En að auki komu svo alls konar hugmyndir úr alls konar áttum að það var eiginlega mjög erfitt stundum að flokka það hvernig ná menn að halda utan um þetta og hvernig bera með saman ákveðnar tillögur en dómnefndin henni tókst það en ég öfundaði hann ekki af því. Þetta var mjög erfitt að velja svona bestu hugmyndirnar. Voru þetta tillögur sem að voru almennt vel útfærðar og mikil hugsun bak við þetta? Allar hugmyndirnar eru með einhverja djúpa grunnhugsun. Úrvinnslan var komið misjafnlega langt. Sumir voru ennþá bara svona á hugmyndastigi en eru þá búin að koma þeim á framfæri og það er þá hægt að vinna þær áfram. En sumar voru nánast, það var búið að hanna bara nánast húsnæðið sem átt að koma starfsemin á staði og afurðin á það eina sem vantaði, það var að hanna umbúðirnar. Svona þeir sem ég ræddi við hérna áður að þeir svona jafnvel bjuggust við að hérna svona matarkynst, það yrði einhver ein afurð þar sem að yrði svona bara selt í stórmörkuðum, en svo var nú ekki. Nei, ekki í þessu tilviki allavega. Þetta virðist vera nefnilega, þetta hefur svo víðfeðma tengingu. Þetta jarðhiti og næring og inn í þetta spilast náttúrulega líka nýting á því sem er til, hvernig vinnum við betur úr því sem við eigum. Þannig að menn nálguðust þetta ekki bara frá matarvinklinum í rauninni, heldur bættu menn í, menn skoðuðu þetta frá því sem til, hvernig fjölnýtum við betur það sem til, getum við nýtt aukaafurðirnar. Alla þessar hlutir sem að Eimur hefur verið að leita að, þannig að það er óbúslega gaman að sjá hvað menn eru komnir langt með þessar hugmyndir og hvað þær eru margar vel útfærðar. Þær 4 tillögur sem að komast í úrslit hvað snerust þær? Þær voru eins ólíkar og þær voru margar. Ein hugmyndin koma að vestan með að nýta betur svona afgangshluti úr matargerð sérstaklega, útlitsgallað grænmeti og annað slíkt og snerist það að nota jarðhitann til þess að vinna það. Mjög flott hugmynd og bara konseptið sjálft mjög flott. Og þó að sú hugmynd hafi ekki hlotið verðlaun í dag, þá er það samt svona grunnhugmyndin þar eitthvað sem við munum vinna áfram. Svo erum við með mjög skemmtilegar pælingar með nýtingu á heita vatninu í Öxarfirði og kalda vatninu og bara því landbúnaðar héraði eins og það leggur sig. Þetta náttúrulega hefur ákveðin hreinleika sem ekki mörg svæði hafa og þessar auðlindir. Og svona ókosturinn kannski við það svæði hefur verið að það svolítið einangrað, það svolítið langt frá svona þessum flutningsleiðum. En það getur kannski bara verið kostur því þá ertu einmitt með hreint svæði, ómengað og þá færðu ákveðin gæði út úr því sem er erfitt að fá annar staðar. Svo erum við með hinn 2 verkefnin sem að fengu verðlaunin. Að þar ertu með rækjueldið hér á Hjalteyri. Það er nánast bara tilbúið. Þetta er mjög flott og mjög praktískt verkefni, flottir samstarfsaðilar, vel útfærð og vel unnin hugmynd, þannig að það er eitthvað sem gæti byrjað bara nánast í næstu viku. Þetta heit sjávarrækja? Þetta er heit sjávarrækja, þannig að þá nýta menn jarðhitann hér og sjóinn sem er mjög gott fyrir þetta svæði sérstaklega. Þetta kemur í það saman hérna. Og svo var það sigurhugmyndin sjálf, að það eru skordýrin. Það eru svona ákveðna lagaflækju kannski sem þarf að fara í gegnum og leysa áður en að hægt að hefja svona framleiðslu eins og hugmyndin gengur út á. En þetta er bara eitthvað sem er komið til að vera víða annar staðar og við verðum að gera okkur grein fyrir því að þetta er eitthvað sem við þurfum að gera líka. Er þetta þá aðferð til þess að rækta skordýr til þess að fæða mannkynið? Já, þetta er fyrst og fremst próteinframleiðsla með því að nota ákveðna tegundir af skordýrum, með því að rækta þau hér bara í stýrðum aðstæðum þar sem að jarðhitinn er nýttur. Og svo hugmynd var líka svo góð að því leitinu að hún er nánast tilbúin líka. Það þarf ekkert að gera mikið meira til þess að geta bara hreinlega setta verkefni á stað. Þannig að þessar 2 tillögur eða 2 hugmyndir sem að voru í fyrstu 2 sætunum, að þær eru bara nánast tilbúnar
til þess að setja á stað bara í næstu viku þess vegna sko. Hvað ég tekur þá við núna hjá ykkur, aðstóðið þið vinningshafa þá til þess að ég taka næstu skref? Já, við munum hafa samband við alla vinningshafa. Nýsköpunarmiðstöð býður öllum vinningshöfunum upp á sína þjónustu, þannig að hjálpa þeim við að útbúa áætlanir, að forma hugmyndirna betur, hvernig er þetta að sækja um styrki og annað. Og svo mun Eimur taka allar þessar hugmyndir og athuga hvort að sé ekki hægt að finna þeim einhvern farveg til þess að þau geta orðið að veruleika svona kannski á síðari stigum, og í einhverjum tilvikum passa þessar hugmyndir við verkefni sem Eimur er nú þegar að skoða og jafnvel að vinna. Þannig að ég þótt að þessari verðlaunakeppni sé lokið, þá er verkefninu ekki lokið? Með þetta er bara ein varða í löngu verkefni.